Verið velkomin í Reykjavíkur fréttir. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og þetta þáttur borgarstjórnarhóps sósíalista. Og í dag ætlum við að kynnast andrými nánar, en það sem sagt róttækt félagsrými sem hefur fyrst og fremst að hlutverk að útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að hittast og skipuleggja baráttu sína fyrir auknu jafnrétti og frelsi. Og í andrými má finna ýmiss konar aðstöðu og við ætlum að fá að heyra nánar þetta rými og starfsemina og þau eru komin til mín í dag Jakob, Ragnheiður Freyja og Elías. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir það. Kannski ég spyr ykkur bara fyrst, hvað andrými? Ok, ég vil taka boltan. Þú mátt gera það. Andrými sem sagt fyrst og fremst hugmyndin að andrými sé húsnæði. Það núna hús sem hérna á Bergþórugötu 20. Stórt svona gult hús með fallegu svona hérna málaðri mynd af höndum að mætast utan á. Og þetta hús hérna fyrst og fremst hugmyndin var að það væri staður þar sem grasrótarhópar geta komið saman en líka einstaklingar sem vilja skipuleggja eitthvað, sjálfsprottið, allt sem miðar að svona, að efla samfélagið, efla hérna svona mutual aid sem ég var að reyna að finna íslenska orðið fyrir áðan, sem svona, og það náttúrulega ákveðin svona gildi að bakvið líka, að það sé hérna, svona ákveðin, það ákveðin sameining kannski, þó það sé margir hópar sem koma, þá það svona kannski það sem að þeir eiga sameiginlegt að vera með svona einhverja leiti baráttu fyrir jafnrétti, frelsi, valdeflingu, mismunandi, jaðarhópa, það svona, hugmyndin. Og það sem sagt statt núna á, það á Bergþórugötu 20, hefur verið þar í, 6 ár? 6 ár minna mig. Við fluttum þangað 2017 held ég, eða 18. 18 held ég, já. Þannig 6 ár þar. 1,5 ár í Iðnó. Já, einmitt. Og þar á undan var það svona í svona mjög það var í svona pop-up eða svona opnaði einu sinni í viku hérna í bakhúsi á Klappastíg í næstu 2 ár. Það var svona í byrjun, þá var það svona bara opið og það var sami í Iðnó og þá var það opið hluta vikunar, Já. Svo ég verið að stækka mikið og núna það sem sagt heilt hús. Það var bara rými áðan, bara eitt stórt herbergi. Venjulegast. Núna það hús og það svona einlega opið fyrir alla, það sem því allan tíman. Leið og maður byrja svona að vera smá með í þessu rými og taka ábyrgðina fyrir þetta. Þá einlega hægt að vera að koma alltaf og nota rýmið, bara hvenær sem Já. En fyrir að þegar maður vil bara svona nota húsið og að fara inn í þetta án þess að vera svona komin inn í þetta, þá það ákveðnar opnaða tímar. Já. Svona opið hús. Nákvæmlega opið hús. Viðburðir, eldhúsið, frímarkaðurinn og svo svona eins og Jakob segir að maður komin involverað meira, það alltaf mánaðarlegu fundur þar sem hérna rýmið skipulagt og ef maður komin meira inn í það og fer í svo allir beðnir að fara sem ætla að vera þannig að með aðganga húsinu alltaf beðnir að fara í gegnum ákveði svona öruggara rými þjálfun kallum við það bara svona 2 tíma, förum yfir bara allt öryggi í húsinu, bara allt sem snýra eldvörnum, allt sem snýra bara, loka gluggum og læsa hurðum, en líka bara svona allt sem snýra því hvernig við viljum að fólk, líði í rýminu, hvernig upplifun og þannig svona praktíski hlutir eins og frágangur en líka svona hugmyndafræðina og þegar maður hefur lokið því, þá, getur maður bara komið og nýtt rými þegar maður þarf, maður þarf kannski að halda fund með litlum fyrirvara eða það verið að undirbúa mótmæli með ókslega stutt, og það þarf rými það sem hægt að mála borða eða skiltagerð eða geyma, það ýmislegt geymt líka, tengt mótmælum, það svo tægild að hafa geymslurými, kannski erfitt að vera með þetta allt heima og það sem nýtt aftur, það trommur og skilti og borðar og það svona eitt kemin af því sem gerist, en það svona nefnað sem dæmi, svo líka bara mjög dýrmætt að hafa bara stað þar sem þarf ekki að borga neitt til að vera í. Því það eru svo fáir staðir í borginni þar sem það ekki nauðsynlegt að kaupa eitthvað til að vera
svona á kaffihús sem þarf maður að köpa sér kaffi eða eitthvað, eða kannski hægt að vera á bókasöfnum, en já, það líka svona bakpæling við andrými að hafa eitthvað öruggt og bara rólegt rými til að vera í borginni sem ekki heima hjá manni, heldur bara úti í borginni, geta sinnt sínu. Einmitt getur verið mikil hindrun að þurfa að finna eitthvað stað og einmitt með kaffihús og það ekki öll sem eiga bara endilega 500 kall fyrir eitthvað kaffibolla eða sódavatni eða eitthvað svoleiðis, þannig að getur verið hindrun og líka kannski að vera tjásu eitthvað mál og skipuleggja, þú veist, inn á kaffihúsi, það ekki alltaf líka þægilegt, sko. Það alltaf einhver kannski að hlusta smá eða má veita ekki. En hvernig svona hópar, þú veist, getur hver sem komið eða, þú veist, þarft að tilheyra einhverju svona starri hóp sem að berjast fyrir einhverju eða reyna að koma einhverju skilabóðum á framfæri, hvernig svona virkar þetta að maður hefur áhuga á? Í rauninni bara hver sem sko. Getur hver sem komið ef fólk hefur áhuga á skipuleggja eitthvað að hjálpa eða bara. Og svona eina regla sem svona fólki í andrými, því það líka grunnpælingin að hver sem notar húsi líka andrými einhver veginn, eða ég vil bara sama recht að breyta húsi, bara eins og manneskja sem hefur verið í húsi kannski í 2 ár eða manneskja sem bara nýbyrjuð að nota þetta hús, má bara ræða nákvæmlega sama mikið, svona hvernig húsi á að vera, hvernig verðum að skipulega, hvernig að vera breyst, þannig það má einlega hver sem koma inn og líka skapa þetta rýmið. En ein reglan sem fólki var svona tala var líka það séu engar stjórnmálalegir flokkar að halda viðburði. Það kannski svona eina virkilega, þú veist, eitthvað svona harða línan að það sé ekki svona skipulegir stjórnmála eitthvað sem tengir stjórnmálaflokkuna að skipulegja en og svo líka náttúrulega bara svona, þú veist, við erum með svona samfélagsleg gildi sem sagt svona það sem maður hugsa, þú veist, öfugt við andfélagsleg, þú veist, þannig að það við erum náttúrulega, þú veist, segjum eitthvað, það allir velkomnir en það náttúrulega líka, þú veist, þá allir sem eru tilbúinir að taka þátt í samfélagi þar sem við berum virðingu fyrir hvort öðru og þú veist, þannig að maður verður einhvern veginn nefnum, þú veist, það ekki bara, það andrasíst, það þú veist, ekki sexism ekki, þú veist, einhvern veginn líðst innan rýmisins svona xenofóbía, þú veist, það mikið af erlendu fólki, þú veist, líka í rýminu og skipuleggja rýmið, ég meina við komum í dag þegar við kannski auðvöld með að vera, þú veist, íslensku mælandi í þessu viðtali en það mikið af, þú veist, líka fólki af erlendu bergibróti sem og já, þannig að þú veist, það svona en það opið fyrir alla en húsi, það sum gildi sem húsi stendur fyrir og gildi sem þurfa vera einhverjum virt á meðan fólk í húsinu og líka sem væri gott ef gildin væri svona virt einlega allstaðar í samfélaginu en andrými svona eitthvað smá tilraun bara að koma þessu af stað kannski að hafa húsi sem sérlega svona gera manni kannski meðvitaðan hvernig að haga sér og svona hversu mikið kúgun einlega í gangi í venjulegu samfélaginu bara úti á götunni allstaðar og andrými kann svona staða þar sem þarf að hugsa það og það hjálpar líka svona kannski að koma einhver svona breytingu í samfélaginu í gang þannig myndi ég segja það. Já, heldur orðið mjög vel. Ég sá að flotta setningu að heimasíðan ykkar andrými augrar viðteknum hugmyndum eignarhald, stigveldi og markaðsvæðingu í heiminum og þess vegna rýmið kallað róttækt félagsrými. Að því að með þessi skilir í rauninni þegar maður að taka þátt í almenna rými að það þarf vel alltaf að vera með pening til þess að komast inn. Já. Það eru margir viðburðir sem, þú veist, hreinlega erfitt líka að ætlast til þess að fólk komi með peninga eins og ég kem hana hverjum fösti og að gefa mat. Það myndi ekki alveg mega sens ef þú þyrftir svo að borga leigu á rýminu og þyrftir þá að rukka fólk fyrir fría matinn. Þannig að það alls konar viðburðir og dót sem væri ekki hægt að halda ef það væri ekki hægt að finna frítt rými fyrir það. Þú veist. Hvað segir matur? Hvernig viðburður það? Já, þetta svona viðburður kallaður Free Supermarket og
kom hann alltaf klukkan 5:30 á föstudögum með hellinga mat, við dumpsterdæfum, við fáum afganga úr bakaríum og svona og komum með þetta ánga og bara gefum þetta, minnka matasóun og hellingur af fólki, sérstaklega niður í bæ sem á ekkert endilega alltaf fyrir mat, ekkert endilega fyrir hollum og góðum mat. Ég er ekki viss hvort að þau sem að hlusta vita alveg dumpsterdæfing, eða getið útskýrt aðeins svona, að ná í mat sem hefur verið hent í gámum. Já, þetta oft sem einmitt stórar búðir og svona, það kemur ný sending af ykkur og búðir ekki með neina lagara lengur, þannig að það bara tekið oft át sem ekki einu svona útrunnið og hendi og sett nýja dótið í staðinn, þannig að það oft alveg hellingur af mat sem bara bíðandi á bakvið. Mjög sorglegt að sé verið að henda mat sem ekkert aðanum. Já, einhverlega. Mjög sorglegt. Já. Ég held að Frakkland sé með, komið með reglur að þetta megi ekki. Nú, ok. Ég held það. Já, ég held að þú þurfur að borga þegar þú hendir mat, já. Já, ok. Já, ég held að fólk fái, allan veg ég þannig sjokk, svona í fyrsta sinn sem ég fór að rusla, eins og þú veist segja stundum íslensku, þá maður fæði bara svona sjokk að sjá hvað það mikið gaman og hvað líka þess að segja stundum fólk eitthvað svona, það sækja þig gaman, menn eitthvað, já, en þetta ótrúlega vel með farið, við erum að tala bara, þú veist, við erum að sækja hluti sem eru bara í pakningunni, bara ennþá, þú veist, bara mjög heilir og þú veist, grænmeti ávexti sem mjög heilt og þú veist, svo bara skolað af því og þetta nýtist bara rosalega vel og ég menn þetta verk, frímarkaðurinn eða frísúpumarkaðurinn búin að vera í gangi hvað langan tíma núna? Alveg frá því fyrir COVID held ég allavega. Já, byrjaði það samt ekki í COVID af því að það var, spratt þetta ekki upp frá því af því að það var sko frí svona opið eldhús það sem elda og rusluði mat og það aftur komið núna í gang. Já, það alveg. Já, ég ætla bara að segja þú veist að því að COVID þá þú veist var það ekki hægt lengur eða þú veist það hendaði ekki þá er fólki mikil nálægð að elda saman og svona en þú veist frímarkaðurinn þá var hægt bara stilla því upp sem hafi verið ruslað og fólk gæti komið og sótt sér. Já. Þú veist. En þú ert búin að vera að sjá það í hvað? Alveg tæplega 2 ár held ég. Já. Og hvernig svona byrjaði þetta? Hvernig eru þið með það? Hvernig þetta svona byrjaði fyrst? Ég er ekki alveg viss. Veist þú það? Sko Andrýmið eða eldhúsið? Eldhúsið. Það er eitthvað sjálfsbrottið? Já, sko róttaka, eða þú veist, opnu eldhúsin byrjuði þarna þegar Andrými var ekki með neitt rými, eða það var eiginlega fyrstu viðburðinni sem voru haldnir. Þá var alltaf á miðvikudögum, einu sinni í viku. Þá fórum við alltaf kvöldi áður og rusluðum og svo var bara eldað og svo kom fólk og það varð mjög fljótt svo stórt, eða þú veist, það varð mjög fljótt bara ótrúlega vinsælt, þú veist, það var bara eitthvað alltaf 50-60 manns í mat. Sem var geggjað en þú veist líka stundum bara eitthvað algjört redding þú veist í einhverju svona húsnæði sem var ekki hannað fyrir það en þú veist það bara gekk upp þú veist og það var bara æðislega svona já bara ótrúlega magna andrúmsloft í kringum það en það var fólk svona að mætast og þú veist í þessu saman að elda og þú veist rusla og svo bara einhvern veginn að mætast í að þú veist bara ræða málin sko og svo náttúrulega líka kannski mikilvæg þú veist mikilvæg partur þar var þú veist að það er róttaka bókasafnið byrjaði líka, þú veist, það var flutt þá í það rými, þar sem það byrjaði Klappastíg, þannig þá var þú veist aðgengi að því bókasafnið á sama tíma það er svona byrjunin á eldhúsinu allavega og Andrými svona, þú veist, það er svona byrjaði pínu sem hotsteinar Andrýmis var þetta að opna eldhús og bókasafnið, sko það sem þannig, já bókasafnið er enn í nýju rými líka miklu stærra en það var en þetta var vaksa. Já. Hvað er róttaka bókasafnið? Það kallast Andspyrna, bókasafni, anarkist bókasafn með fullt af bókum sem eru einlega svolítið einstakar líka á Íslandi svona varðandi kolonialisma og bara alls konar já, bara róttækar spekilegar pælingar einlega alls konar efni anarkisma til dæmis og feminisma og miklu meira. Það er svona nokkri flokkar, þú veist, þegar maður kemur inn og það er mertar, það er fólk sem búið að sjá ótrúlega vel að þannig að það er þú veist, það er queer kategóri, það er anarkist bókmenntir, það er, þú veist, svona postkolonialism. Já, sögulegt, stórt. Já, og feministk líka kategóri.
og svo líka til sín svona minni bæklingar sem hægt að taka heim. Já, líka smá varandi svona environmentalism líka þar. Já, það líka þar, já. Þannig að það var hægt að koma og lesa á staðnum. Og líka taka bækurnar. Þú veist, þetta svona frekar óformlegt. Þú bara mæta og skrifa í svona eiginlega gestabók, þú veist, hvaða bók þú ert að taka, hver þú ert, hvernig ert að ná í þig. Svo þú búin að kemur með hann tilbaka. Já, hugmyndin að dreifa það og svona að fólk sé að pæla í svoleiðis og það snýst ekki nákvæmlega bókin sjálf ekki dýrmætt, heldur bara vitneskjan sem í bókinni og það gott. Því fleira fólk lesir bókina því betra einlega. Þannig smá svona öðruvísi bóksafn líka sem ekki það stránt með því að bækurna komið tilbaka sem væri samt best. Það er komið tilbaka einhvern tíma, en það ekki sami, þú færð ekki sagt eftir 30 daga, skilur við. En þetta svona eins og líka hluti af, þú veist, hugmyndin í rýminu þú veist, það sjálfskipulagt, þú veist, það sem kallað svona DIY og þú veist, þar með kemur líka sjálfsábyrðin, þú veist, að þér treyst fyrir að taka ábyrð á því að koma með bókina þegar þú bara búið með hana, þú veist, þegar þú búin að nýta hana. Já, það líka það sem mér finnst persónulega líka dýrmætast með andrými að það svo mikið traust fyrir hvern einasta sem tekur þátt í rýminu eða bara nota rýmið með því svona að reyna, það líka einhver svona meðvitu ákvörðum að reyna að treysta fólki, ekki stela bækur, þetta bara koma aftur með þeim, eitthvað slíkt til dæmis. Þetta mjög andstætt svona hugmyndum ráðandi í samfélaginu þar sem það fylgst með okkur og fylgst með því að við séum að gera allt rétt og skila allir á réttum tíma og einmitt allar eftirlitsmyndavélarnar sem í kringum okkur og einhvern veginn svona eftirlit samfélagið sem að byggir í rauninni á vantrausti frekar en trausti, þetta er svona innbyggt í rauninni mjög víða kringum okkur. Algjörlega. Og alveg það mikið ég held að maður hætti að taka eftir fólk líka, þú veist. Það svona, og sama með bara svona að lifa í svona kapitalísku markaðssamfélagi, maður hættir að taka eftir, maður gleymir því að það óvenjulegt að þurfa að fara út og þú veist, eiga sér enginn samanstað fyrir utan heimili sitt til að koma saman nema þú veist, það hægt að nýta bókasafnið, þú veist, sem stórkostlegt og þú veist, við erum heppin líka að hafa staði eins og þú veist, Norræna húsið eða svona eitthvað sem dettur í hug, en þú veist, þetta svona einmitt svona expansion af þeirri hugmynd að þú veist, það sé hvaða mikilvægt að hafa staði þar sem maður getur komið saman og líka eins og segir byggja á svona gildum það sem traust á náunganum og ekki þetta, eftirlit samfélag. Það líka eitthvað slíkt einkenni úr einhverjum starfi í andrými að það svo marga mismunandi hópar að hittast þar og skipulega sitt og gera svo hitt og þetta og það svo erfitt að hafa bara yfirsýn hver að nota húsi og hverjir hópar að nota það skipulega sig. Og það líka samt svo flott með því einhverju veginn að húsi notað af mjög mismunandi personum en samt það svona ekki stjórnað einhverju veginn. Engin ein manneskja sem yfir og einhvern veginn passar að hóparnir sem að nýta þetta fái líklega hvernig svona virkar skipulagslega séð. Bara svona þróast kannski með tímanum. Já, og þú veist, fólk fylgist bara með hvort öðru og hjálpar hver öðru að sinna rýminu rétt. Lagði mikið meira áherslu á, þú veist, að tala frekar vandamálin frekar en að sé eitthvað svona yfirvald sem þú veist, eitthvað rukkaði eitthvað gjald fyrir að láta þrífa eða eitthvað. Svo við eiginlega ekki með neina stjórn, heldur það svona allsherjarfundur einu sinni á mánuði sem eiginlega mikilvægasti fundur okkar sem alltaf fyrstum sunnudag mánaðarins klukkan 1 minnir mig. Og þá komum við bara saman og bara ræðum hvað á döfinni, hvað gerst næst, svona hverju þarf að sinna og þá röðum við okkur niður í svona working groups, kallum við það svona vinnuhópur einhverjum sem að sinna einhverju sérstöku efni eins og það vinnurhópur sem sér vefsíðuna, annar sem sér eldhúsið og annar hópur sem gerir dagskrá og svo áfram og það hópur sem kannski sér Facebook og Instagram aðgangin en þeir eru ekki allir með í öllu en hugmyndin að þessir vinnuhópur sko að vinna yfir mánuðinn og svo koma allar hópur einlega saman á þessum allsherjarfundi og segja
frá hvernig það gekk og hvað það ætla svona að gera næst og við endurröðum okkur í nýja hópi eða höldum áfram í sama hóp. Þannig það mjög svona, við reynum að hafa það svona consens-oriented, einhvers svona, hvernig myndum maður að segja það helst, svona með samþykki að leiðarljósi, svona. Allir séu svona dálítið meðvitið hvernig eru að nýta rýmið og hvað sé kannski, hvað er að leggja áherslu á eða... Já, og reyna að ræða hlutina bara þannig að allir eru sammála hvað á að gera ef við erum að tala eitthvað vandamál, þú veist, að finna lausn sem allir eru sátti við. Aftur ekki að sé eitthvað svona yfirvald sem tekur bara ákvarðanir. Allir að tala sér bara saman á niðurstuði. Já. Ekki eitthvað atkvæðagreiðsla kannski endilega, heldur meira svona að reyna að komast að einhverju konsensus, svo í sletti. Nákvæmlega. Ok. En já, ég kíkti heimsókn daginn og sá hérna svona frískap fyrir utan. Er það alveg vinsælt eða hvernig hérna? Alveg mjög vinsælt, sko. Og það bæði kemur fólk mjög reglulega með bara afganga eða kemur, þú veist, vinnur eitthvað staðar í einhverju bakari eða í einhverju matvöruverslun á að henda einhverju starfsfólki kannski frekar, þú veist, að reyna að koma því eitthvað, þá kemur það með matinn ángað og svo alveg ágætlega mikil trafík af fólki að kíkja ángað að reyna að finna einhvern mat. Það náttúrulega orðið rosalega dýrt að lifa hérna núna, þannig að það mjög mikið af fólki sem á ekki endilega fyrir því. Já, það sést líka ef maður eða bara svona 2 tíma í andrými, það kemur helling af fólki að ná í mat eða skila því eftir. Það bara, mikið trafík. Já. Það hefur ekki líka hugmyndir mat aldrei svona breyst, eða þú veist, þetta hefur verið mitt svo sko allan ef ég heyrst svona skoðanir að fólki finnist eitthvað svona óþægilegt að ná í mat sem einhver annar hafi búið til og skilið eftir, en náttúrulega orðið miklu, þetta er orðið vinsælt núna, þú veist, það eru frískapar víða víða bara og þetta er orðið svona meira einhvern veginn félagslega samþykkt og sett að taka mat sem að þú kannski bjóst ekki til eða varst ekki að undirbúa, en það er kannski þessi frískapar hafið alltaf hjálpað með það. Og svo náttúrulega eru Facebook-hópar í kringum þetta, þannig að þú sérðu oft manneskjan sem kemur með matinn póstar þangað inn, þá það byggir náttúrulega svolítið upp traust að þú sérð, það eru súpur aðna og það er alltaf sama manneskjan sem býr til súpurnar og kemur sem það er einmitt kona sem kemur mjög reglulega með súpur í marga frískap á höfuðborgarsvæðinu. Já, þetta er eiginlega bara, þetta er eitthvað hobby, hún var í fréttunum daginn og allt. Og það var með, þú veist, ef þú sérð súpu þá veistu hvaðan hún kemur og þú getur treyst að það sé ekki eitthvað búið að eitra fyrir þér, þú veist. En nú þið í húsnæði, hvernig virkar bara svona fjármögnun? Að því það er ekki rukkað inn, þú veist, það þarf ekki að greiða fyrir að taka þátt í starfseminni, þannig að það er þá bara... Nánast eingöngu bara frjáls framlög. Já. Það er öðru hvoru sem við fáum eitthvað pening eitthvað staðar annar staðar. Ég held við öðru hvoru fengið eitthvað styrki og svo stundum vantar eitthvað þú veist, allt húsið í lengri tíma eða eitthvað þannig og býðist þá til þess að borga leigu en nánast eingöngu frjálsframlög. Já, við vorum einhvern tíma með hugmyndum sko að þú veist hafa eitthvað svona kerfið þar sem öll þau félagasamtök sem myndi vilja nýta rýmið myndi kannski borga eitthvað ákveð mikið á mánuði, en svo svona þegar við tókum saman, þú veist, hvaða hópar myndi mögulega vilja nýta það fannst okkur eitthvað svona það var eitthvað skrítið við að setja upp einhvern veginn eitthvað fast verð, þú veist. Þannig að það hefur bara verið bara frjálsframlög og svo eru, þú veist, einhverju hópar eins og núna ætlar, þú veist, ætlar samtök sem eru samtök skaðaminnkun sem heita Matthildur, til dæmis að hafa svona fasta viðveru að nýta eitt rými eitt herbyggi í húsinu og þá, þú veist, ætlar þau að leggja til bara frjálsframlög svona sem í samræmi við það, þú veist. Og það er svona oftast einhvern veginn, skilur, þetta er svona aftur með traustið bara, þú veist, að það sé metið, skilur, og sest niður og rætt bara, þú veist, ok, ef einhver vill nýta rými reglulega, þú veist, bara, og eru þannig samtök að þau hafi eitthvað á milli handana, þú veist, þá er bara hægt að þú veist, þá er bara eðislegt, skilur, en við viljum ekki að það sé hindrun,
og því að sumsamtök eru bara þú veist, bara einhver algjörgrassrút eða þú veist, hérna eru byrja eða eru bara byggðu upp á þeirri hugmyndafræði að þau ætla ekki að borga leigu en þú veist, vantar kannski að halda fund eins, þú veist, hérna endrum og eins þannig að það fyrir svolítið eftir bara mitt, já og svo alltaf, þú veist, bara ef það er opin viðburð eða svona stór viðburð eins og eitthvað opið eldhús eitthvað, þá er bara mynd á, bara hérna er kassin fyrir frjálsframlögu og hérna, já, einhvern veginn svona gengur þetta upp, sko en svona, já, stundu gengur það ekkert alltaf vel það mætti alveg vera, þú veist mætti alveg vera, við verðum að hvetja fleiri til að vera með svona fastar hérna styrkja mánaðarlega og það er mjög velkomið ef einhverju er að hlusta sem að þú veist, hefur komið í andrými, hefur nýtt það gegn tíðina og, veist, eða bara hefur einhvern svona langar að styrkja eða langar að koma í heimsókn og svo bara með tímanum, þú veist hérna hefur þannig áhuga á að styrkja, þú veist, þá er það líka alltaf mjög velkomið en það er náttúrulega þessi förstu fjárlög sem eru hérna munar þessu miklu og líka, já, svona endrum eins hafa verið, þú veist sótt styrki hér og þar svona. Já, ekki mjög oft reyndur. Nei, af því að það er líka auðveldar eiginlega að fá styrki fyrir sko viðburðum. Fyrir kostnaði kringum viðburðum sjálf en ekki beint hérna leigu sko. Já. Hvernig viðburðið hafi verið með? Það er þetta náttúrulega matinn og svo bókasafnið. Er það með einhver svona dæmi einhver svona viðburði eða einhver svona fasta þætti sem eru í gangi þarna? Það sem er líka svona mikið þannig einlega að andrými stendur ekki fyrir viðburði. Það er svo að segja, venjulegast er að bara fólk eða aðrir hópar sem notar rýmið sem halda viðburði. Já, og andrými skapa bara tækifæri til að halda viðburði eða gera eitthvað. Nú tala ég út frá þessu hefðbundna svona að sé ykkur yfir sem haldi utan þetta. Já, kannski. Það er alveg innbyggt. Það er svo fallegt með andrými og líka gera það ástundum svo flókið að það er einhver veginn svo erfitt að segja svona hvaða hópur eru núna nákvæmlega andrými því það eru svo marga mismunandi hópur að nýta rými og líka skipulega viðburði og gera hluti og hugmyndin svona andrýmis eða hugssjónin er einhverjum að allir þessar hópar séu andrými einhverjum en það eru nú bara hóparnir sem standa fyrir viðburði og ekki andrými sjálft svo segir það make sense einhverjum. Já, ég skil. Og þetta gerir náttúrulega líka bara svolítið erfitt að skilgreina hvað andrými er í rauninni af því að þú veist, viðburðinir geta verið svo breytilegir frá mánuði til mánuðar að rýmið getur snúist þú veist, minnka matasóun í heilin mánuða sem er ekkert nema viðburðir það sem er verið að elda og þannig og svo getur komið mánuður það sem við erum eða það sem fólk er mikið að skipuleggja mótmæli og eitthvað og þá er þetta meira svona pólitískt rými ekki þú veist, breytast mjög mikið. Svo minnir mér líka að það var einhver svona fundraiser eða fjáröflunar viðburður langt síðan. Ég var að fara í gegnum tölvuposti og ég sá það aftur og það var einn hópur til dæmis sem svona fólk af erlendu uppruni frá Indonési heiti að bara hitta saman og safna pening til að senda til fjölskyldu í Indonési sem var eftir að það var stór jarðskjálfti í landinu. Þannig slíkt gerist líka þannig að bara eitthvað rými sem alls konar hópur geta nota til að geta viðburðið þannig sína eigin fjáröflun líka stundum. En svo hefur alveg kannski eina sem maður getur sagt eitthvað svona að andrými standi fyrir er kannski opnu húsin eða hvað, getur maður sagt það þú veist að það er opið hús á ákveðnum tíma og þá er þú veist einn sjálfbúðaliði svona í hefðbundum skilningi þú veist, ein manneskja sem tekur að sér að koma og opna og þú veist, hella á kaffi og vera í þú veist 2-3 tíma og hérna og það er alltaf auglýst inn á heimasíðunni þú veist, hvenar er svona, þú veist þá er þetta bara svona svolítið droppinn, þú veist, maður getur komið og verið og hérna það er svona eitthvað sem að kannski eina sem að virkilega er svona skipulegt fast af, þú veist, andrými. Já. Svo er samt líka kannski, það er einn vinnuhópur í kringum eldhúsið. Já, eldhúsið er líka svona opið eldhús. Einhver veginn, það er sérhópur en samt er það líka svona mjög tengt starfsemi andrýmis einhver veginn, það er og líka hérna frýr hérna markaðurinn er líka mjög tengtur andrýmis. Já. Þetta hefur, eins og Jakob sagði áðan, þetta er flókið, það hefur oft myndast þessu umræða, þú veist, er mögulega betra að gera bara kollektiv, eða þú veist, sem sagt, þá hóp sem er, segja rýmið, en líka, þú veist, þessa viðburði, en svo höfum við alltaf einhvern veginn vilja ekki fara inn í það, af því þú veist,
líka það ef það fast kollektív, þá það ekki eins svona, ég veit ekki allavega, ég held að það sem við oft hugsa þá það ekki eins svona, maður upplýsir ekki eins velkomin að koma inn í, þú veist, ok, það þessi hópur sem séum þetta og þau bara að gera þetta, en það ekki málið, þú veist, þetta bara hús, þetta bara þú veist, rými sem býður upp alls konar möguleika og við viljum einhvern veginn að hver sem upplifað geta komið og dottið inn í aðskipuleika, æskilur, því að svo fólk bara mismunandi, þú veist, það hefur komið fólk og verið bara, þú veist, í 4 mánuði á Íslandi og hefur bara verið ótrúlega aktíft þú veist, í rýminu þessar 4 mánuði og svo það farið, eða einhver sem bara á tíma aflögu, akkurat bara rosa mikið tíma aflögu þennan mánuðin, þá ertu kannski meira, eða þú veist, þannig það sem ekki, ég held að við viljum hafa það flæði á því, sko. Séum eitt, sko, gildin í andrými eru samhjálp, samstaða, náttúruvernd, andkapitalismi, gagnrýnin hugsun og andstaða við hvers konar yfirráð og völd. Eitthvað svona sem hefur komið ykkur á óvart að taka þátt í svona rými? Eitthvað svona sem að þið reki ykkur á eða eitthvað svona sem að svona koma óvart einhvern veginn? Það sem kemur mér óvart þegar ég að tala um þetta er rauninni bara hvað maður fastur í einhverju hugsun hvernig maður heldur að hlutir eigi að vera skipulagðir og þú veist, og svona dettur dálítið í þann gír bara já, býta en hver með yfirsýn, hlýtur einhver að vera með yfirsýn, þú veist, þannig að ég finn svona, ég stend með því að ég einhvern veginn farin að hugsa þetta svona ekki hefðbundna ráðandi skipulag sem kannski í öðrum svona rýmum. Ég veit. Það sem ég kom mér á óvart. Það sem eitthvað dettur í hug. Já, man býst með svo miklu einhverjum. Já. Svona... Kannski kemur bara orð hvað þetta búa, þú veist, hvað þetta gengur vel og það bara gengur, þú veist, að það í alvörunni hægt að segja bara það sjálfskipulagt bara af þeim sem eru hverju sinni, þú veist, auðvitað vissulega þú veist, eitthvað sem ég dettur í hug, það samt kemur ekki óvart, ég eitthvað svona þrifin hafa oft verið til umræðu, skilur, en ég held að það sé bara hvar sem þegar maður er skipulega eitthvað og ég held að það sé komið í eitthvað svona, það þurfti bara að komast í eitthvað betra flæði og svo núna það bara komið á eitthvað svona og þannig stað og það sé svona og það sem hefur mér komið ávert er einlega bara að við höfum svona að önnur samtök í öðrum löndum svona komið í samband við okkur bara að sé kannski vefsíðu eða bara eitthvað á Facebook eða Instagrami og svona bara reynda að styðja andrými og bara einhver félög í Færeyjum og í hérna á Pólandi líka og það kom mér til dæmis aðvika óvart að einhver fyrir utan Ísland myndi fatta eða sé andrými einhver sann. Já, magna. Og þannig já, við bara bendum á heimasíðuna andrými.org og þar er þetta að kynna sér og hérna hvernig sé þetta taka þátt og fréttir og hérna hægt að sjá heimilisfangið þar og bara hvetjum alla sem hafa áhuga til þess að kynna sér nánar andrými og þetta er kannski meira, þú veist, þetta er ekki bara hús og starfsemi, þetta er svona hugmyndafræði sem að vonir standa til að færist meira út í samfélagið eða? Já, nákvæmlega. Og einnig bara meira fólk komi og svona byggja ofan á þetta, gera hluti í rýminu og læri hugmyndafræðina og sér að þetta virkar og já. Algjörlega og líka bara svona að sé samanstæður fyrir, þú veist, ég veit að við erum mörg í samfélaginu sem að deila með þessum gildum og þessum hugmyndum og það að við upplifum okkur ekki einheldur, þú veist, að fólk eigi stað til að koma saman og hittast og vera bara eitthvað svona, ok, við erum hérna, þú veist, fleiri heldur en ekki allir í sínu horni, það er einhvern veginn margir sem geta þá komið saman. Það held ég sé líka bara svona góð tilfinning, sko. Já, að vita bara því að það er til staðu þar sem maður getur fengið, já, bara stuðning og líka bara, já, samstöðu. Já. Ég sá líka hérna þegar ég var hana, ég held ég að sé þvottavél. Já. Hana á staðnum. Já, við erum ekki búin að fara yfir svona húsið, bara þú veist, praktísk hlutir í húsinu. Að þú veist, aðstæðan er, skilurðu, góð, sko. Hún er frekka góð. Já. Það er hérna... Það er náttúrulega fyrir, sko, stærsti, hérna, svona, gallin við húsið það er ekki aðgengilegt. Nú byrja á sig, það er, þú veist, ég segi aðstæðan er góð, en það er, hérna, eitthvað sem okkur hefur alltaf langað verið aðgengilegu húsið og út frá svona fjármagni þá hefur það bara ekki verið hægt. Við höfum skoðað að láta breyta húsinu, það hefur ekki verið hægt. En inn í húsinu er alls konar aðstæða sem er hægt að nýta rosalega mismunandi hátt sem er æðislegt.
Já, eins og hérna hjólaverkstæði í kjallaranum og þar hefur líka verið hópur sem sá þetta, þessi hópur ekki eins virku núna, en það bara tilbúið verkstæði einlega til að laga hjól og bara kenna sjálfum sér til að gera það eða kenna öðrum. Og svo líka timburverkstæði, það var svona dimmt herbergi fyrir ljósmyndir. Framkalla myndir. Já. Það. Á filmum þar að segja. Já. Já, þetta. Bóksafnir. Timburverkstæði. Já. Hvað gerir maður þannig verkstæði? Bara búið til ramma eða skilti. Jakob alltaf að byggja eitthvað. Ég var alltaf þarna, uppáðstaður minn í Andrými, það í kjallaranum, mjög kósi. Og það var fullt af verkfæri og það bara, maður getur búið til alls konar. Það líka mikið fólk sem að smíða skilti þarna og þann fer í mótmælagöngu eða búið til banner, það fullt af lítum, aðalega akrillítum held ég, en ég veit það ekki nákvæmlega. Já, þetta máling og spray og það líka, þú veist, hvað heitir svona, það svona bekkur til að vinna á, þú veist, með timbur og vinnubekkur. Já, svona vinnubekkur og þú veist, öll verkfæri sem það þarf og eitthvað. Þannig að það svona nýtist alveg helling. Ægurlega. Og líka bara, þú veist, það ekki sem má vera með drasl, þú veist, það má vera, þú veist, það fullt af efni við þarna, það fullt af timbri, það fullt af einhverjum, þú veist, sem það nýta. Og svo efri hæðinni eldhús náttúrulega, það stórt rými hérna, bara svona stórt, já, svona sem nýtt í svona stærri viðburði, bókasafnið og svo hérna fríbúðin, við heldur ekki að minnast á hana, það fríbúð sem bara alltaf opin þegar Andrými opin og þar eru föt. Það eiginlega það sama konsept og frískápurinn nema stærra, ekki fyrir mat heldur fyrir hluti, aðalega föt, Já, samt alveg mikið á dóti sem ekki fötana. Já, bækur líka. Já, mikið af bókum og fólk kemur bara með, þú veist, gömul ráftæki og ef það að flytja úr landi þá kemur það oft bara með diska og glös og hnífapör og hitt og þetta. Og svo upp á efstu hæð, húsið sem sagt kjallari miðhæð og efstu hæð upp á efstu hæð hérna svona 2 fundarherbyggi, annað bara með borði og stólum sem þetta nýta fyrir fundi og svo annað svona kósi fundarherbyggi með sófum. Barnaherbyggi með leikföngum það reyndar ekki lengur herbergi því Matthildur samtök að leiða það núna. Já, þannig að það færist yfir í kósi herbyggi. Já, þannig við erum með svona barnahort í einu herbergi. Já. Svona herbergi með stóra borðið reyndar. Já. Alveg rétt. Og svo skrifstofa með hérna prentara og svona aðstöðu. Og tölvu. Já. Allt sem maður þarf fyrir, þú veist. Já. Og svo eru líka 2 baðherbergi sem eru kynlaus reyndar. Og eins og þú sagðir, þvottavél. Já. Þetta nýta hana ef maður á ekki þvottavél eða? Já. Það væri í boði fyrir nágrannar, bara koma að þó. Það var á tímabili einhver sem kom alltaf nýtt í þvottavélina. Nú? Já, eitthvað. Það er svona, þú veist, það er nefnilega málið. Það alltaf einhver að gera eitthvað. Stundum sem maður veit ekki af, það alls konar svona. En við bara hvetjum ykkur sem að horfa, hafi áhuga að kynna ykkur nánar starfsemi Andrýmis, eða kynna ykkur Andrými nánar inn á andrými.org og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og að sitja okkur inn í hérna Andrými. Jakob, Elías, Ragnheiður Freyja, takk kærlega fyrir. Takk fyrir bóðið. Þá kveðjum við héðan úr Reykjavíkur fréttum. Takk fyrir að vera með okkur.